annars slagi verð ég örlítið viðkvæm og ég verð að fá að gráta yfir því. Jæja Arnór, til hamingju með menningarverðlaun Reykjanesbæjar. Þetta eru Óskarsverðlaunin í þessum flokki. Hvernig tilfinningin? Þetta bara dásamlegt. Þetta voru skemmtilegt, bara ég get ekki sagt þannig að fá klapp á bakið. Það bara manni hlýnar og hjartaræturnar. Og alla stundirna sem þú ert búin að eyða í þetta, bæði í vinnunni þinni og líka fyrir utan vinnuna sem ég veit þú gerir, þú veist, maður hugsa, já, þetta var þess virði. Sko, ég sem betur fer vinn við það sem ég hef alveg gríðarlega ástríðu fyrir. Þannig að maður einhvern veginn alltaf svolítið vakinn og sofinn yfir þessu og ef maður ekki í vinnunni þá á maður að hugsa hana, útsetja eða pæla í einhverjum kórum eða pæla í einhverjum verkefnum, þannig að alltaf mikið að gera, það einhvern veginn og það svo gaman að skapa, þú veist, það alltaf gaman að búa til og þannig verður þessi blessaða menning til þegar einhver skapar eitthvað og býr til og einhver nennir að koma að horfa á eða hlusta á. Það nú bara það sem það snýst um. En ef ég myndi spyrja í svona, geturðu sagt okkur í fáum orðum, hver eru þín verkefni daginn út og daginn inn? Sko ég mæti alltaf í vinnuna 8-9 leitið þegar ég er búinn að fara út að hlaupa með hundinn eða þegar hundurinn er búinn að fara út að hlaupa með mig og er til svona 3-4 hérna og þá er ég hérna í Keflavíkurkirkju og þá er ég bara að í ýmsum verkefnum. Ég náttúrulega sitt gjarnan hérna við hljóðfærið og æfa Bach og eitthvað svona dóttir í. Undirbý mig fyrir messurnar, er í samskipti við kórana mína. Hér erum við með 3 kóra sem æfa hérna í kirkjunni. Náttúrulega kór Keflavíkurkirkju sem er kirkjan á eiginlega, má segja það. Eldi æfir hérna, kór eldri borgara sem ég er með líka. Vox Felix, unga fólkið er í honum. Ég þurfa að passa mig að segja ekki barnakórinn því þau náttúrulega þetta er orðið fólk sem á börn sem eru fermd sko. Þannig að þetta er svona það sem að gerist hér og það skiptir líka gríðlegu máli að við hittumst hérna starfsfólkið á morgnana og erum hérna saman allan daginn og það verður til sko, maður er alltaf að sitja meiri krydd í pottinn og það er verið að sitja alls konar dót í pottinn og það verður til bara veisla fyrir vikið. Einhver verkefni sem við förum á fullt í og höfum ástríðu fyrir öll. Þannig að kórarnir eru gríðarlega sterkir hérna sem að tengjast kirkjunni en beint og óbeint. Algjörlega sko, algjörlega og sko ég svona aðeins verið að ég held að þetta séu svona 150 manns sem að ég er með í öllum þessum 3 kórum. Vox Felix sem er samstarfsverkefni allra kirkja hérna á Suðurnesjum sem er bara algjörlega frábært batteri, 7 sóknir á Suðurnesjum standa að þessu. Hann er orðinn sko, þau eru rétt tæplega 30 í þessum hóp. Ég held að ég 8 eða 9 stráka í þessum hóp sem er, þú veist, mér finnst bara, maður er svo stoltur af því að þau nenni að vera með manni í þessu dóti. Þá hlýtur þetta að vera skemmtilegt og maður hlýtur að vera að gera eitthvað gott. Þú ert hérna organisti, spilar í messum, jarðarförum og ert svo með kórana og síðan ertu líka í menningunni þar fyrir utan, áhuga menningunni getur við sagt, í öðrum störfum getur við sagt. Segðu okkur aðeins frá því helsta. Sko þá eru, eins og við segjum stundum, þessi hliðarverkefni. Ég sem betur fyrir stendur að mér fólk sem leitar oft til mín líka vera með þeim í einhverjum verkefni eins og Dagný Gísladóttir gerði með Söngvaskald á Suðurnesjum. Það er búið að vera ótrúlega skemmtilegt verkefni. Þá erum við 3 að vinna það, ég og Elmar Þór og Dagný Gísladóttir og veljum okkur Söngvaskald á Suðurnesjum sem við tökum fyrir. Veljum 3 mánuði á vormánuðum í það, febrúar, mars, apríl, eitthvað svona. Svo er hitt verkefni, það er nú bara svona pínlítið spontant. Það gerum við hérna, bæjarstjórinn er með okkur í þessu og Elmar Þór og það eru hjólburutónleikar. Það er rosalega skemmtilegt. Og það er á Ljósanótt? Það er yfirleitt á Ljósanótt, já. Svo er náttúrulega Blik í auga. Það er nú kannski svolítið svona eiginlega drottningin í þessu öllu saman. Eitt stærsta svona tónlistarverkefni á Suðurnesjum undanfarin ár. Já.
og það projekt eiginlega bara, sko ég tók það að mér eiginlega bara leiðu í kom hérna. Það byrjaði með svolítið öðruvísi sniði, þá vorum við meira svona í klassíkinni og Jóhann Smári og ég vorum svolítið saman í því, en svo breyttist þetta í að þá kom Kristján Jóhannsson að máli við mig, hvort það var ekki sniðugt að vera með svona þemuverkefni í þessu og pröfuðum að vera með þetta í fyrsta skipti, tókum 1950 til 70 ef mig minnir rétt. Svo er þetta bara búið að vinda upp á sig, við erum búin að vera að þessu núna í 7 ár með svona þemuverkefni. Ætlum að gera þetta 3 svar, taka áratugina, svo er náttúrulega Keflavík og Kant búið að vera og hvað er þetta, Gæruglimur og Gaddavír og bara lög unga fólksins, þetta er ótrúlega skemmtilegt og það er ótrúlega gaman að búa til eitthvað svona við reynum alveg í fremri lengstu lög að nota fólk alveg héðan á svæðinu, en núna 3 síðustu ári erum við búin að sækja í bæinn og flytja inn, hvað ég maður að segja, þessar stóru stjörnur bara, já, þú veist, bara en við spilararnir eru allir flestir héðan á svæðinu og við náttúrulega sem gerum allt í kringum þetta er líka bara til þess að fá annan vinkil á þetta. Við að kynnast þeim, þau að kynnast okkur og þau líka bara kynnast því og sjá að við getum þetta alveg hérna Suður sjó, við erum með svona stóra sýningar annars og við getum í Reykjavík. Við erum óg stoltir af þessu. Ég kann sterka fætur á því og ekkert við ég og ekkert við ég önskar að kemur til mín. Yes sir! Hvað er þetta? Og þetta er gríðarlega viðamikið kórastarf og meira að segja víðar hérna heldur en í Reykjanesbæ. Ef við erum að tala hann núna sem eins og oft talað Bítlabæinn, mikil pop-menningarsaga hérna, en hún næri alveg út í kóra og þetta var alla tíð verið svona. Þetta er bara einhvern veginn tónlist gríðarlega stór í Reykjanesbæ, Keflavík, Njarðvík og nágrenni. Þetta er eins og, sko, ég sé þetta svo, náttúrulega var ég að spila mikið því ég var fyrir norðan og lærði þar, í Akureyrarkirkju og þar, þá útfarir þar eru allt öðruvísi en útfarir hér. Hér er beðið Rúnajúl og Bjöggi, Villi, voða mikið, auðvitað er þetta líka þar, en það er svolítið meira þetta hérna að fólk er að biðja Heyri minna bæn með Elli í forspil. Þar er þetta svolítið meira Ave Maríur, þessi klassík, vissulega líka hér, en punkturinn er bara, þú veist, það er svolítið meira þetta hér. Og kirkjan sem betur fyrir er opin fyrir, svo lengi sem við gerum þetta af fagmennsku, smekklega og af virðingu, að þá verður músíkin alltaf ofsalega hátíðleg sem við gerum hérna. Við höfum verið náttúrulega með þessar messur, þessar Jesus Christ Superstar messu, sem náttúrulega vakti gríðarlega lukku, U2 messu þar á undan, og þarna liðir alveg að fíla þetta, sko. Og núna stendur fyrir nútlega að vera með Queen-messu á vormánuðum í tilefni Lúthersársins. Jónsi í svörtum fötum ætlar að koma og syngja með okkur. Hann er mjög spenntur, bara bíður á hliðarlínunni. Davíð Þór Jónsson er að semja textana fyrir okkur. Allt tekið úr fjallræðu Jesú Krists og sett í Queen-lögin. Þannig að þetta verður allt á íslensku, búið til svona heilstæft verk úr því. Ég er bara forvitin auðvitað þegar þetta kemur út. Ég hlakka mikið til. Hitti ég Krist, þennan rómaða Krist, kenndu okkur trixin þín, drykktu þessu vatni í vín. En segðu okkur aðeins frá þinni menntun og eins og segir þú, við Suðurnesjamenn, við teljum okkur eiga því þó að það verið fyrstu árin hann í Reykjavík, en hvenær fórstu til Akureyrar? Ártöl og minni og eitthvað svona. Ég er 24 ára eitthvað svo leys því ég flytt þangað. Kem tilbaka, árið 2000. Ég man alltaf eftir hérna, ég sá í Brekkunni þegar árið fóru 1999-2000 þarna í heiðinni. Og svo kem ég aftur hérna 2000 þannig að ég er þar í 8 ár. Klárað það sem sagt námið mitt, læriði hjá Birni Steinari Sólbergsinni þar, kláraði kantósnámið mitt þar, var búinn að vera hérna. Ég var náttúrulega svolítið lengi að læra. Ég er náttúrulega ungur, komið með fjölskyldu og var í 3 vinnum með því, þannig að þetta tók mig pínlítinn tíma, en svo sem betur fyrir sparkaði Björn Steinar í mig, æ, Árni minn, er ekki komið tími til þess að vera með tónleikana þeirra. Og þá fórum við bara að vinna í því, þannig að 2006-07 er ég á fullu í því og er með tónleikana mínu upp úr því. Og sem betur fyrir sparkaði hann pent í mig, en þó sparkaði í mig. En þegar þú varst yngri, ætlaðir að fara þessa leið? Nei.
Ég vissi ekkert hvað kirkjuorgel var og ég vissi ekkert að það þyrfti að spila með löppunum og auðvitað vissi maður að orgel var eins og orgel, ég hafði náttúrulega verið á Hammondi. Ég byrjaði 10 ára að læra hjá henni Ragnheiði Skúladóttur á píanó. Tónlistarskólanum í Keflavík, já. Og hætti þar eitthvað 16 ára því þá fannst mér rosalega cool að vera bara í hljómsveit og hafði ekki alveg tíma fyrir þetta. Svo fór ég að heyra svona marga sem kom með tímann og sagði, þú hættur í tónlistarskólanum? Ef það eitthvað sem sé eftir í lífinu, þá það að hafa hætt í tónlistarskólan. Og ég svona, ég hef ekki verið bara 17 ára, 18 ára, þetta bara árið seinna eða eitthvað. Þá fyrir ég myndi að velta þessu fyrir mig, ég ekki bara sniðugt að fara að læra á orgel, því ég var að spila orgel í hljómsveit, var að spila á Hammond, eins og John Lord gerði, Fer hérna í tónlistarskólan og fæ grænt ljós á það að fara að læra á orgel. Það Steinar Guðmundsson að kenna orgel og á smá samtal við hann og hann spyr mig hvort ég vil ekki bara koma út í Ytri Njarðvíkurkirkju. Þar hann organisti og kenna mig bara þar. Jú, það svo allt í lagi. Ég fer þangað náttúrulega, alveg blautur á bak við eyrun og kem inn í kirkju og þá hann að spila eitthvað og ég lappirnar hreyf og hvað maðurinn að gera? Svo var bara ekki aftur snúið. Svo settist ég við og pröfaði og mér fannst þetta æði. Enda þetta bara heill heimur að vera með svona drottningar í höndunum. Og þessi drottning náttúrulega fær bráðum endurbætur og bráðum blásum við nýju lífi í hana. Við ætlum að nota það góða úr henni, við ætlum að losa okkur við það slæma. Þannig að við erum að tala orgelsjóð Keflavíkurkirkju, það vel að vinna í tíma. Já, og þetta það málið sem betur fer að lenda bara þannig að við getum farið að vinna ötulega að þessu. Við erum komið með hugmyndi í kollin og sem allir eru bara orðin sáttir á. Vonandi bráðlega verður það bara opinberað hvernig við ætlum að gera þetta. En meiningin alltaf að nota það sem gott í þessu hljóðfæri og þar leiðandi erum við náttúrulega að spara okkur dálítið mikinn pening. Kostar mikla peninga að vera með að kaupa nýtt orgel, kirkjuorgel. Það kostar 50 milljónir að kaupa nýtt orgel hérna. Og það bara náttúrulega, ég lifi það ekkert En við sjáum fram á það kannski, menn að horfa á 5-6 ár, ég vill horfa á 3 ár, 2 ár kannski. Ég mjög bjartsýnn maður, það bara enda held ég þetta, ég held að bæjarbúar vilji þetta. Þetta alveg orðið pínlítið svona, það eru nótur að festast inni, getur ímyndar að vera að spila í útför og það enda eitthvað rosa stórt og flott kórverk eins og Faðir vorið eftir Malotti, amen, allt á blasti, svo stoppa maður og bara slæra af. Og þá ílir ein nót og þá þarf að bara að sparka í þetta til þess að losna upp. Skemmtilegt í jarðarförinni. Hvað þá framöndan hjá menningarverðlaunahafanum og organistanum og kórstjórunum? Ég var einmitt að segja við konu mína, ég sagði við konu mína í búðinni í dag að það verið stutt í páskana. Hvað meinar það? Jólin eru fyrst. Það sé ekki jólin fyrst. Það aðeins það er náttúrulega jólavertíðin að byrja og það er bara fullt að gera þar. Kirkjukórinn stendur vaktina öll jólin. Hópur sem ég svolítið með á mínum snærum sem heitir Kóngarnir. Þeir syngja líka jólin. Það náttúrulega Kallakvartett. Vox Felix að syngja á aðventukvöldi Eldi að syngja á aðventukvöldi Vox Felix að fara að syngja með kvennakór Suðurnesja. Þannig við erum alveg, þetta út allt á hverjum degi eitthvað. Ég gæti ekki verið bara við orgelið að spila sálma. Nei, ég þarf að fá að vera aðeins ég þarf að fá að spila John Lord stundum. Ég þarf að fá að spila Child in Time og gera það nú stundum þegar enginn heyrir mikið til. Þannig að, ég bara mjög gaman að vera út allt. Ertu til þá að spila hann núna í lokin fyrir okkur? Bara lítið brot. Já, býtu. Sjá, það eru ljós niður líka eins og þetta gameskip. Það þarf ekki að taka öskrið.